Góðan daginn. Dagur 3. Þetta er að segja dagur 4, en segjum dagur 3. Ananda í vinnunni. Ég elska að geta drukkið te sem með kaffibræði. Veit ekkert hvar Anita keypti þetta, hún gaf mér þetta í afmælisgjöf. Það var alveg á mér hárið. Það sem ég er búinn að gera í dag, er að Anita verður ánægð með kallinn núna, maður. Herðu, ég er komin inn í þvottaðarstöðum og ég er búinn að setja upp þetta hérna B-vítans dót hérna. Þetta var auðvitað þegar Anita fékk fluguhausinn að mála hérna þvottaðarstöðuna. Flott hjá henni, hún gerði þetta alveg sjálf. Að hérna, þá tók hún þetta dót niður og svo þetta flæktist öll böndin og svo var þetta eitthvað bölvuvesen og ég horfði á þetta og þetta er búið að vera held í 2 mánuði, 1,5, 2 mánuði. Ananda segir örugglega 3 mánuði, en þetta er búið að vera á þessu hérna borði allan tíman og já, hvað græja þetta. Herðu, við erum komið með listaverk. Muni eftir því kannski að daginn hérna var ég að tala um að mér langaði listaverk á hana hérna vegg. Þetta er stofan hjá okkur og þessi hérna veggur er hrikalega stór. Og ég var að óska eftir listaverki á þennan vegg. Við erum búin að fá listaverk og eina sem ég þarf að gera, ég þarf að fara í húsasmiðjuna á eftir og ég þarf að hérna finna króka eða eitthvað, þarf að finna einhvað sem getur haldið þessu. Þetta er svona cirka 40 kíló, gíska ég. Þetta gæti verið 30 kíló, þetta gæti verið 50 kíló, en ég gíska þetta séu 40 kíló. Og svona lítur þetta út. Og ég þarf að hanga hérna, út af þessi hérna hlið, þetta hérna fer upp á vegginn. Pabbi minn á þetta listaverk, hann sem hann býr núna, þá mun hann ekkert setja þetta upp og þetta er búið að vera hann í 10 ár, hann sem hann á heima núna. Þannig að hann bauðst til að leyfa mér að hafa það og ég sagði bara já. Þetta listaverk er búið að vera með mér bara síðan að ég man eftir mér. Þegar ég átti heima í Fjólungvammurinn í Hafnarfirði með foreldrum mínum, mömmu og pappa og systkinum, þá var þetta á hraunuðum vegg. Og mér þykir ótrúlega gaman að ég get fengið þetta. Og planið er að reyna að ná þessu upp í dag. Og ef ég finn ljós sem ég get fest hérna bara bakvið, hérna undir og hérna megin, eitthvað bara svona setur batteri, eða ég veit ekki hvernig ég ætla að gera það, en ef ég næði að tróða ljósi hérna bakvið, sikru megin, og þá get ég lýst þetta upp, og það væri, ég held að það geti verið mjög töff. Eða ég seti þetta bara hérna á vegginn, út af þetta er timbuveggur. Þetta er spónaplata. Þetta er spónaplata sem er 12,2 á þykkt eða eitthvað. Og þetta er alveg massíft breiður veggur. Nema að ég komist í rafmagn hérna með einhvers staðar í sólstofunni, bora bara í gegn og þá get ég sett rafmagn eða ljósa rafmagn hérna á vegginn. Ég veit ekki hvernig ég ætla að gera þetta. Já, þannig að þetta er komið. Þannig að ég er basically bara núna að bíða eftir að Anita komi heim. Þannig að ég get hérna sett þetta upp. Ég ætla að halda áfram að drekka kaffibólla minn. Ég er nýbúinn að posta vídeoblogginu sem þið horfðuð á í gær. Var að henda því inn á netið. Og já, þetta hérna er jólagjöfin sem ég gaf Anitu jólagjöf. Þetta er ágætt. Svo kveikir á þessu og svo getur hækkað og lækkað og hérna getur eitthvað tekið upp og ég kann ekkert á þetta sko. Ég held að Anita kunni heldur ekkert á þetta, en hún talaði að henni langaði að læra á píanó. Hún kom með píanó, þannig að nú er engin afsökun. Þannig að Anita, nú ertu að fara
eitthvað glamra á þetta dót. En það halda fórum að drekka kaffi. En þá erum við komin inn í Bauhaus, erum að skoða hérna flísarnar hjá þeim og hurðar. Þeir eru að selja hvítar sem sagt svona easy hurðar. Ef það er einhver hérna sem hefur reynslu á að kaupa hurðar hérna í Bauhaus, endilega láta okkur vita. Þetta eru alltaf leikur og tölum. Við vorum búin að tala við Birgisson. Við vorum búin að fá verð í 6 hurðar. 6 hurðar, 260. Já, 260 skall. 6 hurðar og 1 gereft, eða svona hurðakarm utanum þessi fataherbyggi hjá okkur er. Við vitum hérna eitthvað fyrirtæki sem er að selja ódýrari hurðar. Það þurfa að vera hvítar, við viljum hvít. Þannig að endilega kommentaði fyrir neðan og láta mig vita. En já, við erum bara eitthvað Bauhaus skoða, kemur í ljós hvað við gerum eftir það. Hei. Þá erum við búin í Bauhaus, erum að fara núna í Birgisson og ætlum að skoða fleiri tegundir af flísum. Sjáumst þar. Við erum komin aftur í Birgisson. Við ætlum að halda okkur við þessar hérna flísar á veggina. Við vorum með þessan hérna lit sem er svona grænn fílingur, en við ætlum að prófa að fara í þennan. Við ætlum að fá pröfur heim og sjá hvernig það lítur út. Það er planið allavega eins og staðan núna. Herru, þá erum við komin heim. Ég keypti festingar fyrir listaverkið og það við erum farað þarna upp. Ég ætla að sýna ykkur þegar við erum búin að henda þessu upp. Ég ætla ekki að sýna ykkur á meðan ég er að klóra með haustum hvernig ég ætla að gera þetta. En núna fáum við að sjá listaverkið á veggnum. Ok, tilbúin. Já, herru, þá erum við búin að henda þessu upp. Þá lítur þetta svona út. Og já, eftir að setja ykkur ljós og eitthvað fínir í á þetta. Nú er klukkan allt og margt. Ég ætla að fara að ná í strákana í leikskóla, þannig að sjáumst inn í bíl með strákunum. Meja, pappi. Já. Bob. Bob. Herru, þá erum við komnir út í bíl, erum fyrir utan leikskólan. Sjáumst heima. Yay. Afmæli í dag. Hún á afmæli í dag. Hún á afmæli, hún Kristar hún. Hún á afmæli í dag. Hey! Hvað er gömul? Hún er 9 ára í dag. 9 ár í dag. Hún er 9 ára í dag. Hún er 9 ára, hún Kristar hún. Hún er 9 ár í dag. Kristar, horfa með hérna. Skál! Jæja, herðu, það er komið nýr dagur, Anita er farin í vinnuna, strákarnir er farin í leikskólan, Anna er sofandi, Ronja er einhvers staðar, þannig að ég er að klippa þetta núna og tók eftir því ég lokaði þessu aldrei, þannig ég ætla bara að enda þetta núna, bara takka þesslega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.